Eru álfar kannski menn, söng hann Magnús Þór árið? Ég veit það ekki, en ég þekki mann sem þekkir álfa. Hann sér álfa og er í miklum tengslum við þá. Hann ætlar að fá að segja okkur frá álfastöðum og álfabyggð hérna í Grundarfirði. Hvað er huldufólk? Og þess að netti eru margir heimar. Við sjáum ekki alla heimana. Sumir sjá inn í heima huldufólks og sumir sjá inn í heima álfa og dverga og alls konar svona það sem er hölið í náttúrunni. Hvenær fer hérna saga Íslendinga og huldufólks að fléttast saman? Já, gegnum aldirnar hefur þetta verið svona. Það er þjóðsögum sem hafa verið skráðar. Bara þar er alveg fullt af sögum þetta. Samskipti manna og huldufólks og álfa og dverga og allt hvað eina. Og margar mjög skemmtilega sögur og áhugaverðar. Og þú hefur tekið saman hérna í Grundarfirði margar góðar sögur af álfum þar sem einstaklingar og börn og fullorðnir hafa séð átt einhver samskipti við álfa. Já. Ég hef gert það og það er, já, ég segi bara, það er virkilega gaman að lesa þetta og áhugavert. Og þessi staðir vilja stundum fléttast inn í skipulagið hérna. En hefur Grundarfjarðarbær, eru þeir framarlega að taka tillit til álfabyggðar í sínu skipulagi? Já, ég myndi segja þeir eru bara til fyrirmyndar. Eins og er víða landið það að út öll sveitafélög er að taka tillit til þess. Saman vegalagningu og þegar verið að byggja skipuleggja húsbyggingar. Það er alveg, og er nauðsynlegt. Hvaða staðir eru það helst hérna í Grundarfirði sem eru búið að taka svona mikið tillit til? Það er þessi lóð hérna og svo er önnur lóð hérna fyrir neðan á Grundargötu. Og þar er í stórum steini, þar er bústaður huldufólks líka. Sá staður hefur verið þekktur til margra ára og svo lóð það var byggingalóð og hún var bara tekin frá og það verður ekki byggt þar. Þannig þetta er gott dæmi og það er alltaf gaman að sjá svona, finnst mér. Já, þannig að sú lóð það búið að friða hana. Já. Og nú var verið að friða þessa lóð. Já. Já. En svo var eitthvað saga við kirkjuna líka, strákur sem að hjólaði þar á heimili huldufólks. Já. Þar býr á stein, sko, hann hjólaði þetta svona líklega ungur strákur sem býr hérna fyrir neðan okkur og hann hjólaði á steinin og datt og hjólið datt og hann tekur hjólið upp og leiðir frá steininum og lítur við, þá sér hann að fyrir framan steinin stendur kall og samkvæmt lýsingum drengsins þá er þetta kall af dvergakyni og útlitið var þannig og kallinn var reiður og sagði, akkur ertu hjóla svona húsið mitt og síðan leiðir drengurinn hjólið lengra burtu og lítur við og þá sér hann að kallinn er að fara inn í steinin aftur. Þannig já. Og svo er hérna 3 steinar aðrir, rétt hjá og ég var að vinna hérna í bæjarvinnunni í smá tíma. Og við vorum að setja þessa steina sem við tókum úr grótnámu, setja aðeins fyrir utan íbúðirnar, aldraðra eða sjálfsegnar. Og ég er að raka svona í kringum steinana. Þá sé ég að það koma 3 dverga hlaupandi með pjöngur sínar og voðalega glaðhlakkanlegir og spyrja, heyrðu, megum við búa í steinunum? Og ég segi bara, stundum í hrifunum, já, gjörðu svo vel. Og allir séu þar ennþá? Já, þeir eru þarna ennþá, heldur betur. Nú er ekkert allir sem að tengja við huldufólk og kannski einhverjir sem jafnvel trúa því ekki. Eiga huldufólk yfirleitt eitthvað málsvara á hverju svæði fyrir sig? Heldur það sé viljandi að reyna að tengjast íbúum sem eru þá kannski orðið dálítið svona, hvað ég segja, þeirra talsmaður hérna í samfélaginu? Já, ég tel að þessi miklu vænlegar að hafa einhver talsmann af mannakyni, sem sagt, til þess að svona ýta við svona ef að fara að gera eitthvað rangt, sko, eða svona maður telur og hafa áhrif á bæjarstjórnina eða ráðandi öfl í sveitarfélaginu, leiðbeina og vekja áhuga á því að sé hægt að gera hlutina öðruvísi. Ef farið inn í byggðir huldufólks eða á aðra staði sem eru bara merkilegir náttúrufarslega séð. Hvert er hlutverk huldufólks í kannski okkar lífi eða sko
Er þetta að festa hendur á það hver þeirra tilgangur sé? Já, það eru til sögur að huldufólk hafi verndað fólk og hjálpað fólki í neyð og jafnvel, já, í neyð og til dæmis barnsburði og alls konar eitthvað bjátar á í mannheimum þá er sagnir það að álkonan í nágrenninu, hún hafi komið og gefið góð ráð, hjálpað til og allt hvað eina þetta til í þjóðsögum sem getur lesið og fólk veit sögur og þetta er sögur sem er að gerast núna líka en það er ekki verið að segja mikið frá þessum sögum í nútímanum og það vilja stundum gleymast og það þarf að skrifa þessu sögur niður svo það tapist ekki. En þetta huldufólk, það er bara á sínum forsendum, það er með lítinn búskap kringum heimilið sitt og er að rækta sína jörð. Þetta er bara í öðrum heimi, þetta er bara hulis heimi. Fólki sem langar að fræðast þetta, stendur því eitthvað þín vitneskja til boða? Það kemur stundum fólk og hringir í mig og kemur til mér og spyr mig hitt og þetta svona hérna. Og ég tek á móti fólkinu og segi þeim svona og þeim finnst það voðalega gaman að tala svona. Þetta er svona, já. Og það væri hægt að, við höfum verið speklar að fá ferðafólk til að koma hérna og við getum verið með svona göngu hérna byggðina á þessa staði sem hérna og svona segja frá stöðunum og það er mjög áhugavert.